Síðara bréf Páls til Kórinthumanna, 1. kafli. Kveðja. Páll, að Guðs vilja postuli Krists Jesú og Tímóteus, bróðir okkar, heilsasöfnuði Guðs, sem í Kórinthu, ásamt öllum heilögum í gervallri Akkeu. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, faðir miskunnsemdana og Guð allrar huggunar, sem hughreysstir mig í sérhverri þrenging minni, svo ég geti hughreyst alla aðra í þrengingum þeirra á sama hátt og hann hughreysstir mig. Eins og ég tek í ríkumæli þátt í þjáningum Krists, þannig uppörvar Kristur mig einnig í ríkumæli. En ef ég sæti þrengingum, þá það til þess að þið öðlist kjark og frelsist, og ef ég vongóður, þá það til þess að þið verðið vongóð og öðlist kjark og kraft til þess að standast þær þjáningar sem ég einnig líð. Ég ber fullt traust til ykkar, því að ég veit að fyrst þið takið þátt í þjáningum mínum, hljótið þið og að taka þátt í trúarvissu minni. Ég vil ekki, bræður mínir og systur, að ykkur sé ókunnugt þrenging þá sem ég varð fyrir í Asíu. Ég var aðþrengdur langt megn fram, svo ég jafnvel örvænti lífið. Já, mér sýndi sjálfum að ég hefði þegar fengið minn dauðadóm. Því að mér átt að lærast að treysta ekki sjálfum mér, heldur Guði sem uppvekur hina dauðu. Úr slíkri dauðans hættu frelsaðan mig og mun frelsa mig. Til hans hef ég sett von mína að hann muni enn frelsa mig. Þið getið einnig hjálpað til þess með því að biðja fyrir mér. Þá munu margir taka undir þakkir til Guðs fyrir það sem hann hefur veitt mér. Ég hrósa mér af því að ég veit með sjálfum mér að líf mitt í heiminum og sérstaklega hjá ykkur hefur stjórnast af hreinskilni og einlægni, sem kemur frá Guði, ekki af mannlegri speki, heldur hefur Guð sýnt mér náð. Ég skrifa ykkur ekki annað en það sem þið getið lesið og skilið. Ég vona að þið munið skilja það til fulls, sem ykkur að nokkru ljóst, að þið getið miklast af mér eins og ég af ykkur á degi drottins vors Jesú. Í því trausti var það ásetningur minn að koma fyrst til ykkar til þess að þið skilduð verða tvöfaldrar gleði að njótandi. Ég hugðist bæði koma við hjá ykkur á leiðinni til Makedóníu og aftur á leiðinni þaðan og láta ykkur búa ferð mína til Júdeu. Vissi ég ekki hvað ég gerði þegar ég afréð þetta? Eða ræði ég ráðum mínum að hætti manna og segi já en meina nei? Svo sannarlega sem Guð trúr. Það sem ég segi ykkur ekki bæði já og nei. Sonur Guðs, Jesús Kristur, sem við höfum predikað á meðal ykkar, ég, Silvanus og Tímóteus, var ekki bæði já og nei. Heldur allt í honum já. Því að svo mörg sem fyrirheit Guðs þá lætur hann Jesú Krist staðfesta þau með jái. Þess vegna segjum við með honum amen Guði til dýrðar. Það Guð sem grundvallar trú okkar og ykkar á Kristi og hefur smurt okkur. Hann hefur sett innsigli sitt á okkur og gefið okkur anda sinn sem tryggingu í hjörtum okkar. Ég kalla Guð til vitnis og legg líf mitt við að það af hlífð við ykkur að ég hef ennþá ekki komið til Kórinthu. Ekki svo að skilja að ég vilji drottna yfir trú ykkar, heldur við samverkamenn að gleði ykkar, því að í trúnni standi þið stöðug. Síðara Kórinthubréf, 2. kafli. En það ásetti ég mér að koma ekki aftur til ykkar með hryggð. Ef ég hryggi ykkur, hver þá sá sem gleður mig? Sá sem ég að hryggja? Ég skrifaði einmitt þetta til þess að þeir sem áttu að gleðja mig skildu ekki hryggja mig ég kæmi. Ég hef það traust til ykkar allra að gleði mín sé gleði ykkar allra.
Af mikilli þrengingu og hjartans trega skrifaði ég ykkur með mörgum tárum, ekki til þess að þið skylduð hryggjast, heldur til þess að þið skylduð komast að raunum þann mikla kærleik sem ég ber til ykkar. En ef nokkur hefur orðið til þess að valda öðrum hryggð, þá hefur hann ekki aðeins hryggt mig, heldur að vissuleyti hryggt ykkur öll, svo að ég geri ekki enn meir úr því. Látið þeim manni nægja þá refsingu sem allflest ykkar hafa veitt honum. Því ættu þið nú öllu heldur að fyrirgefa honum og uppörfa hann til þess að hann sökkvi ekki niður í allt of mikla hryggð. Þess vegna biði ég ykkur að sýna honum kærleika í reynd. Því að í þeim tilgangi skrifaði ég ykkur til þess að ég fengi að vita hvernig þið reyndust, hvort þið væruð hlýðin í öllu. En hverjum sem þið fyrirgefið, þeim fyrirgef ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafi ég þurft að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna ykkar fyrir augliti Krists, til þess að Satan ná ekki tökum á okkur, því að ekki okkur ókunnugt vélráð hans. En ég kom til Tróas, til að boða fagnaðarerindið Krist og Drottinn hafði þar opnað mér dyr til að starfa, þá hafði ég enga eirð í mér af því að ég hitti ekki Títus bróður minn, svo að ég kvaddi og fór til Makedóníu. En Guði séu þakkir sem fer með mig í óslitinni sigurför Krists og lætur mig allstaðar breiða út þekkinguna sig eins og þekkan ilm. Því að Guði til dýrðar ég ilmur sem flyt Krist bæði til þeirra sem frelsast og til þeirra sem glatast. Þeim sem glatast ég banvænn dauðn til dauða, hinum lífgandi ilmur til lífs. Og hver til þess hæfur? Ekki ég, eins og hinum mörgu pranga með Guðs orð, heldur flyt ég það af hreinum huga frá Guði frammi fyrir augliti Guðs, með því að ég í samfélagi við Krist. Síðara Korintubréf, 3. kafli. Ég nú aftur tekin að mæla með sjálfum mér? Eða myndi ég þurfa eins og sumir meðmæla bréf til ykkar eða frá ykkur? Þið eruð meðmælabréf mitt, ritað á hjarta mitt, allir menn geta séð það og lesið. Þið sýnir ljóslega að Kristur hefur ritað þetta bréf og sendt það með mér. Það ekki skrifað með bleki, heldur með anda lifanda Guðs, ekki á steinspjöld, heldur á hjartaspjöld manna. Það vegna Krists sem ég svo örugur frammi fyrir Guði. Ekki svo að skilja að ég sé sjálfur hæfur og geti eitthvað sjálfur, heldur hæfileiki minn frá Guði. Guð hefur gert mig hæfan til að vera þjónn nýs sáttmála sem ekki ritaður á bók, heldur hann andlegur. Því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Lögmálið var skráð með bókstöfum og höggvið á steina. Þó að þeir sem þjónuðu því dæju var dýrð þess slík að Ísraelsmenn gátu ekki hort framan í Móse vegna ljómans af ásýndans sem þó varð að engu. Hversu dýrlegri mun þá sú þjónusta vera sem framfer í anda? Ef þjónustan sem sakfellir var dýrleg, þá þjónustan sem réttlætir ennþá auðugri að dýrð. Í þessu efni verður jafnvel það sem áður var dýrlegt ekki dýrlegt í samanburði við hina yfirgnæfandi dýrð. Því að ef það sem að engu verður kom fram með dýrð, þá hlýtur miklu fremur hið varanlega að koma fram í dýrð. Þar ég nú hef slíka von, þá kem ég fram með mikilli djörfung. Ég geri ekki eins og Móse sem setti skýlu fyrir andlit sér til þess að Ísraelsmenn skyldu ekki horfa á ljóma þess sem var að hverfa. En hugur þeirra varð sljór. Því allt til þessa dags hvílir sama skýlan yfir upplestri hins gamla sáttmála og henni hefur ekki verið svift burt því að Kristur einn lætur hana hverfa. Já, allt til þessa dags
hvílir skýla yfir hjörtum þeirra hvenar sem lesið úr lögmáli Móse. En þegar einhver snýr sér til Drottins skýlan tekin burt. Drottin andinn og þar sem andi Drottins þar frelsi. En við sjáum öll með óhjúpuðu andliti dýrð Guðs endurspeglast í Kristi og andi hans lætur okkur umbreytast eftir þeirri sömu mynd til enn meiri dýrðar. Síðara Kórinthubréf, 4. kafli. Guð hefur sýnt mér miskunn og falið mér þessa þjónustu. Þess vegna læt ég ekki hugfallast. Ég hafna allir í skammarlegri launung, ég beiti ekki klækjum né falsa Guðs orð, heldur birti ég sannleikann. Guð veit að ég skírskota til samvisku hvers manns sjálfan mig. En ef fagnaðarerindi mitt hulið, þá það hulið þeim einum sem glatast. Því Guð þessarar aldar hefur blindað huga vantrúaðra til þess að þeir sjái ekki ljósið frá fagnaðarerindinu dýrð Krists, hans sem mynd Guðs. Ekki predika ég sjálfan mig, heldur predika ég að Kristur Jesús sé Drottinn og hann sendi mig til að vera þjónn ykkar. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. En þennan fjársjóð ber ég í leirkerum til þess að sýna krafturinn mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Á allar hliðar ég aðþrengdur en læt þó ekki bugast. Ég efablandinn en örvænti þó ekki, ofsóttur en þó ekki yfirgefin, felldur til jarðar en tortímist þó ekki. Jafnan á ég á hættu að vera deyddur á sama hátt og Jesús til þess að ég geti einnig sýnt hvernig Jesús lifir. Vegna Jesú lifi ég jafnan í hættu á að deyja til þess að jarðneskt líf mitt sýni að Jesús lifir. Þannig dauðinn að verki í mér en lífið í ykkur. Í ritningunni stendur, ég trúði, þess vegna talaði ég. Ég hef sama anda og tala af því að ég trúi. Ég veit að Guð sem vakti upp Drottinn Jesú mun einnig uppvekja mig ásamt Jesú og leiða mig fram ásamt ykkur. Allt þetta ykkar vegna til þess að náðin verði sem mest og láti sem flesta flytja þakkargjörð Guði til dýrðar. Fyrir því læt ég ekki hugfallast. Jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endurnýjast dag frá degi minn innri maður. Þrenging mín skammvinn og léttbær og aflar mér eilífrar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Ég horfi ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega stundlegt, en hið ósýnilega eilíft. Síðara Kórinthubréf, 5. kafli. Við vitum að þótt jarðneskt tjaldbúð okkar verði rifin niður, þá höfum við hús frá Guði, eilíft hús á himnum sem eigi með höndum gert. Á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi okkar frá himnum. Þegar við íklæðumst því munum við ekki standa uppi nakin. En á meðan við erum í tjaldbúðinni stynjum við mætt. Við viljum ekki afklæðast forgengilegum líkama okkar, heldur íklæðast óforgengilegum líkama til þess að dauðleg tilvera okkar umbreytist og verði eilíf. En það Guð sem að verki í okkur og gerur okkur þetta fært, og hann hefur gefið okkur anda sinn sem tryggingu. Ég því ávallt hughraustur, þótt ég viti að meðan ég lifi á jörðinni ég að heiman frá Drottni, því að við lifum í trú án þess að sjá. Já, ég hughraustur og mig langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá Drottni. Þess vegna kosta ég kapps
hvort sem ég heima eða að heiman, að vera honum þóknanlegur. Því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists, til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það gott eða illt. Með því að ég nú veit hvað það að óttast Drottinn, leitast ég við að sannfæra menn. En Guð gjörþekkir mig. Ég vona að þið gerið það einnig í hjörtum ykkar. Ekki ég enn farin að mæla með sjálfum mér við ykkur, heldur ég að gefa ykkur tilefni til að miklast af mér, svo að þið geti svarað þeim sem hrósa sér af hinu ytra, en ekki af hjartaþelinu. Enda þótt ég hafi fallið í leiðslu og talað tungum, þá varðar það Guð. Þegar ég með sjálfum mér, þá það vegna ykkar. Kærleiki Krists knýr mig, því að ég hef ályktað svo: ef einn dáinn fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann dáinn fyrir alla til þess að þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá dáinn og upprisinn. Þannig met ég héðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann, þekki ég hann nú ekki framar þannig. Ef einhver í Kristi, hann orðinn nýr maður. Hið liðna varð að engu, nýtt orðið til. Allt frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargjörðarinnar. Ég því erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists: látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað, til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum. Síðara Kórintubréf, 7. kafli. Sem samverkamaður Krists hvet ég ykkur einnig að þið látið ekki náð Guðs, sem þið hafið þegið, verða til einskis. Hann segir: á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig, og á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðisdagur. Í engu vil ég gefa neinum tilefni til ásteytingar. Ég vil ekki að þjónusta mín sæti lasti. Í öllu læt ég sjást að ég þjónn Guðs, með miklu þolgæði í þrengingum, nauðum og andstreymi, þegar ég hef mátt þola barsmíðar, verið í fangelsi, orðið fyrir aðsúg í erfiði mínu, andvökum og sulti, með grandvarleik, þekkingu, þolinmæði og mildi, með heilugum anda, með falslausum kærleika, með orði sannleikans, með krafti Guðs, með vopnum réttlætisins til sóknar og varnar, í heiðri og vanheiðri, lasti og lofi. Þótt talinn sé villumaður, segi ég sannleikann, sagður óþekktur en alþekktur, komin í dauðan og samt lifi ég, tiftaður og þó ekki deyddur, hryggur en þó ávallt glaður, fátækur en auðga þó marga, öregi en á þó allt. Ég tala frjálslega við ykkur Kórinthumenn, rúmt ykkur í hjarta mínu, ekki þröngt ykkur hjá mér, en í hjörtum ykkar þröngt. En svo að sama komi á móti, ég tala eins og við börn mín, þá látið þið líka verða rúmgott hjá ykkur. Dragið ekki ok með vantrúuðum. Hvað sameiginlegt með réttlæti og ranglæti, eða með ljósi og myrkri? Hvað eiga Kristur og Belíar sameiginlegt? Hvað eiga trúaðir sameiginlegt með vantrúuðum? Hvernig getur musteri Guðs þolað skurðgoð? Við musteri lifanda Guðs, eins og Guð hefur sagt:
Ég mun búa meðal þeirra og dveljast hjá þeim, og ég mun vera Guð þeirra, og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir Drottinn: farið burt frá þeim og skiljið ykkur frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint, og ég mun taka ykkur að mér. Og ég mun vera ykkur faðir, og þið munuð vera mér synir og dætur, segir Drottinn alvaldur. Síðara Korintubréf, 7. kafli. Þar eð við því höfum þessi fyrirheit, elskuð börn mín, þá hreinsum okkur af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun okkar í Guðsótta. Rýmið fyrir mér í hjörtum ykkar. Engum hef ég gert rangt til, engan skaðað, engan féflett. Ég segi það ekki til að áfellast ykkur. Ég hef áður sagt að ég elska ykkur svo að ég vil lifa og deyja með ykkur. Ég treyst ykkur fullkomlega og er reikinn af ykkur. Ég er fullur bjartsýni og innilegrar gleði í allri þrenging minni. Þegar ég því var komin til Makedóníu, hafði ég enga yrð í mér, heldur var ég á alla vegu aðþrengdur, átök við andstæðinga, ótti innra með mér. En Guð sem uppörvar beygða veitti mér kjark þegar Títus kom, já ekki aðeins með komu hans, heldur og með þeirri uppörfun sem hann hafði fengið hjá ykkur. Hann skýrði mér frá þrá ykkar, kveinstöfum ykkar, áhuga ykkar mín vegna, svo að ég gladdist við það enn frekar. Að vísu hef ég hrygt ykkur með bréfinu, en ég iðrast þess ekki nú, þótt ég iðraðist þess áður, þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrygt ykkur, þótt ekki væri nema stund. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þið urðuð hrygg, heldur yfir því að hryggð ykkar leiddi til þess að þið bættuð ráð ykkar. Þið urðuð hrygg Guði að skapi og biðuð því ekki í neinu tjón, svo að ég varð ykkur ekki að meini. Sú hryggð sem er Guði að skapi leiðir til þess að menn taki sinnaskiptum, sem engan iðrar og frelsist, en þegar menn hryggjast að hætti heimsins, leiðir það til dauða. Sjáið hvernig Guð hefur notað hryggð ykkar. Hún hefur orðið til þess að sýna hve ærukær þið eruð, hve vel þið stóðuð fyrir mál ykkar, hve gröm þið voruð og óttaslegin, hve þið þráðuð að sjá mig, hve rösklega þið tókuð á máli mannsins. Í öllu hafið þið nú sannað að þið voruð vítalaus þetta. Þótt ég því hafi skrifað ykkur, þá var það ekki vegna þess sem óréttin gerði, né hins sem fyrir óréttinum varð. Ég skrifaði til þess að þið gætuð sýnt fyrir augliti Guðs hversu heils hugar þið standið með mér. Þetta jók mér kjark. En auk hvatningarinnar sem ég fekk, gladdi það mig allra mest hve Títus var glaður. Þið hafið öll róað huga hans. Því að hafi ég í nokkru stært mig af ykkur við hann, þá hef ég ekki þurft að blíðast mín. Já, eins og allt var sannleika samkvæmt sem ég hef talað við ykkur, þannig hefur og hrós mitt ykkur við Títus reynst sannleikur. Og hjartaþel hans til ykkar er því hlýrra sem hann minnist hlýðni ykkar allra, hversu þið tókuð á móti honum með ugg og ótta. Það gleður mig að ég geti öllu borið traust til ykkar.